Kiper je največja nevarnost v Franciji, imajo zelo dobre igralce, kar nekaj igralcev igra isto NBA ligo in to kar na visokem nivoju. Við náttúrulega byrjum á krafti náttúrulega og við reyndum að halda yfir en við gerum eins og mútið Fraklandi, hleyptum tempóinu og það var hátt stigaskor en ég held bara að varnarmegin hefur ekki verið nógu góður þeir skoruðu allt mikið á okkur og nánast ómögulegt að vinna svona lið þegar þeir skoruðu yfir 100 stig. Sérstaklega stefnkafli undir lok fyrri Það náttúrulega bara, við byrjum að hitta vel og leið og kemur eitthvað svona smá downpartur þá refsa þessi lið bara leið. Þetta lið bara top 5 í Evrópu og það kannski ekkert skrítið. Þeir eru með menn eins og Dragic og Doncic sem bara high class. Þegar við gerum eitthvað smá mistök og hættum hitt í skotunum þá refsaði bara lið. Persónulega þú vel að sterka innkomu fyrir hálfleik þú tókst umrættan Doncic alveg 2 sóknir ekkert erfitt að vera með stjórnir í augunum Nei, maður gleymir hverju maður að spila á móti þegar maður komin inn á völlinn og það bara 5 á 5 og maður reynir bara við allir í liðinu erum bara að leggja allt okkar hjart í þetta og við erum að reyna að spila eins og við getum og það reyna að gera land og þjóð stolta við höfum ekki náð að kreista fram sigur en við erum klárlega allir að leggja okkur fram sama hverjum við erum að spila móti Finnlandir annarkvöld, síðasti senst fyrsta sigur í Európa-skett hvað þurfa að gera að ná í hann? Við þurfum aðalega að stoppa varnarlega og reyna að ná að hlaupa á þeim. Þeir eru gríðarlega sterkir og ég held að sé bara tilvalið að ná í sigur á móti heimaliðinu fyrir fram að 15 manns. Það er ekki leiðilegt.